Og bara langar mig að byrja að spyrja Kaliforníu framöndan. Þú ert að fara að yfirgefa okkur hérna aðeins í einhvern tíma. Hvernig, Yfirgefa kuldann. hvernig líst þér á Kaliforníu og af hverju ertu að fara þangað? Sko, systir mömmu býr í Kaliforníu, þannig að þetta er búið að vera svona lúmskur draumur í nokkur ár. Þegar ég var, áður en ég byrjaði CrossFit ætlaði ég alltaf í skóla út. Þannig að núna fer ég bara út að keppa, eða æfa, réttara sagt. Og ég var að keppa í Dubai núna í byrjun desember og var að æfa í hitanum þar í 3 vikur og ég hugsaði bara, vá. Þú veist, það er svo miklu auðveldara að komast í betra form í þessum hita og sérstaklega vera að æfa í aðstöðunni sem ég er að keppa síðan í staðinn fyrir að þurfa að aðlagast mánuði fyrir mót. Þannig ég hugsaði bara að ég tapa ekkert á því að prófa bara að flytja út. Ef við förum bara svona aftur að byrjuninni, þú ert ekki reynslubolti í sportinu, þú komin í fremstu röðu. Hvað er það svona sem dróði að crossfitinu einhvern veginn og af hverju finnst þér svona gaman í crossfit? Sko, ég var lítil og löt, ég get sagt það. Æfði enga íþrótta því ég fann mig ekki í neinu. Og svo byrjaði ég að æfa sem sagt þegar ég 17 ára. Besta vinkona mín eignaðist kærasta. Ég hafði ekkert betra að gera, þannig að ég ákvað bara ég þarf að byrja að hreyfa mig granna svo ég geti eignast kærasta. Og allt í einu kemst ég bara að því að ég sé eina stelpa sem gat gert arbegur á tánum í bootcamp-námskeiði sem ég tók þátt í og ég man ekki hvað það tók mig langan tíma að skrá mig af því ég þorði aldrei að mæta. Og ég var alltaf ein af þeim sem fór bara í ræktina og gerði eiginlega ekkert en fór samt í ræktina. Þannig ég ákvað síðan bara að taka skrefið, fara í bootcamp-námskeið og sá bara að ég var alltaf í einu góð í einhverju. Þá alltaf í einu kom bara metnaðurinn bara eftir 5 vikur þá ætla ég að reyna að gera 20 arbegur á tánum. Svo plataði mig einhverja keppni og ég keppti í CrossFit-keppni án þess að vita hvað CrossFit væri. YouTubeaði bara æfingarnar og æfði mig og lendi síðan í öðru sæti eftir Katrínu Tönju. Og þá náttúrulega kom þvílíkur áhugi bara vá, stelpa sem hefur komist að heimsleikana. Ég lendi í öðru sæti eftir henni alveg bara mér fannst það geggjað. Ég myndi segja að CrossFit sé öðruvísi en aðrar íþróttir með það að gera við fáum aldrei að vita æfingarnar á heimsleikum til dæmis. Þetta á að vera erfitt mentally og líka erfitt fyrir líkamann. Þannig að það er svona eins og þeir sem eru að æfa segjum bara sund eða eitthvað. Þeir eru með ákveðin tíma sem þeir eru að stefna á hverju einasta móti. Á meðan við þurfum að mæta í CrossFitið eins og í fyrra þá fengum við ekkert að vita ef við erum að byrja á miðvikudegi. Allt í einu bara já þegar þið mæti klukkan 4 á hótelið og þá mættum við 4 á hótelið þá bara já við þurfum að fara í flug. Og við fengum ekkert að vita neitt, þú veist. Það er svona, þetta er það sem er skemmtilegt við CrossFit, að það er alltaf að vera að koma manni óvart, það er alltaf að vera meira krefjandi. Þú ert búin að fara á 2 heimsleika, lært ýmislegt af þeim. Hver ertu búin að breyta til dæmis eftir fyrstu leikana og svo aðra í þínum æfingum? Sko, það sem ég hef klikkað svolítið á núna síðustu 2 árin er að toppa mig á vitlausum tíma. Og ég hef lagt áherslu á að reyna að vinna allt sem ég tek þátt í. Þannig að eins og Open í fyrra, þá var ég kannski að taka æfingarnar 2-3. Þegar ég gæti alveg eins tekið hana bara einu sinni og lenta bara í aðeins vera sæti. Og Open í rauninni skiptir engu máli. Open er bara undankeppni fyrir Evrópuleikana. Þannig að ég er að fara með hugafæri núna að bara komast á heimsleikana og toppa mig á heimsleikunum. Hvað drífið þið áfram í þessu? Er það alltaf heimsleikanir eða? Já, það er bara að hugsa heimsleikana. Leið og mig vantar eitthvað svona motivation, þá hugsa ég bara ok, hvað eru hinnar að gera? Eru þær núna að slaka á? Nei, þá ert þú ekki heldur að fara að slaka á. Það er eiginlega bara það sem að drífa mann svolítið áfram og líka bara sjá bætingar hjá manni. Prófa að skoða kannski, ok, ég ætla aðeins að skoða keppnina þegar ég keppti 2014. Þá sé ég bara, vá, ég er búin að bæta mig svona mikið, alveg, ég ætla að halda þessi áfram. Nú getur maður ekki sleppt í að minnast á, þú hefur verið í kjörstöðu til þess að klára heimsleikana. Síðasti dagurinn hann, hvort það var 2015, pegboardið og þetta, skilur. Hvernig getur þú lýst í einhvern veginn eftir þegar pegboardið er, þá ertu í einhver ákveðinni stöðu, fæstar geta klárað og svona, en eftir það verður bara, maður getur ekki kallað hana heldur bara hálfgerð meltdown. Já, það klikkaði bara eitthvað í hausnum. Ég reyndi í þessar, ég man ekki hvað timecapið var, 6 mínútur eða hvað sem það var, að klifra upp inn á vegg. Eyddi allir orkunum minni í það að því ég vildi ná einum.
hérna er algjör klaufi, fæ gat á hausinn á meðan ég er að gera það, verð bara pirruð og svo vissi ég að næsta æfing væri mín æfing. Það er þessar handstand push-up og svo fer ég í þær og klikka á fyrstu, klikka á númer 2, klikka á númer 3. Allt í einu bara gafst ég bara upp. Hvað gerist þú klikkar á þessu, æfing sem átt að fara létt með? Líkaminn bara, þú veist, það er bara hausinn, allt í einu hættir bara trúið og getur hlutinn og ferðilega bara brjóta þig niður á meðan þú ert að gera æfinguna. Ég man, það sem ég var að hugsa á meðan ég var að gera þessa handstand push-up var bara af hverju ættir þú að vinna fyrstu heimstíkana sem þú ferð á? Það var alltaf stór draumur, þú veist. Þetta skiptir ekki máli lengur, þú ert búin að tapa þessu, þú veist. Þetta er það sem ég er að hugsa í miðju voddi. Þetta er bara eitthvað sem ég hef þurft að vinna mjög mikið í þetta árið núna, sem ég hef verið að gera. Hvernig hefur unnið í þessu? Hvernig vinnur í andlega þættinum? Hefur leitað sálfræði aðstoðar? Já, ég er búin að vera núna hjá íþróttasálfræðing og búin að vera að gera alls konar æfingar sem er mjög erfitt. Það er ekkert mál að æfa en æfa andlegu hliðina er miklu erfiðara. Hversu stór hluti er andlega Ég hlið? myndi segja andlega hliðin stjórnar eiginlega líkamlega hliðanum þannig að hún er svona 80%. Þannig er náttúrulega topp íþróttamenn, allir í topp líkamlegu formi, þannig að kannski skilur á milli hver er sterkastur í hausnum. Nákvæmlega, það er bara þannig. Það verður ekki vandamál núna í ár. Hvernig er fyrir þessi stórmót, núna bara 1-2 dögum fyrir heimsleika, hvernig er þetta að undirbúa sig, hvernig er þetta að loka metrónum, er mikið spenna væntanlega? Það er mjög mikil spenna. Ég fann það núna í ári, ég var eiginlega bara svona dauð. 2 dögum fyrir bara, mér langaði ekki að tala við neitt, ég misti matarlyst, ég var ógeðslega stressuð. Ég held að hafi líka bara verið, ég sem sagt, eftir 2015 viðurkenndi ég ekki hversu mikil áhrif það hafði á andlegu hliðina mína. Og svo fann ég bara 2016 hvað það hafði ennþá mikil áhrif á mig að hafa klúðrað þessu og fór bara að hugsa um það þegar ég var að fara að keppa. Í staðinn fyrir að einbeita mér að bara því sem ég var að gera núna, þá fór ég að hugsa tilbaka. Og ég man bara, 2 dögum fyrir, þetta var erfiðustu dagar í lífi mínu líka því tíminn var bara stopp og endalaust bið bara. Hvernig er kannski fyrir síðasta daginn þú ert upp á hóteli eða eitthvað að ná að útiloka og hvað gerur þú? Það sem ég gerði núna í ár var að ég fór alltaf í nudd eftir hvern einasta dag og var að reyna að slaka á í nuddinu og reyna ekki að hugsa um þetta en ég er svona með öðruvísi tækni núna hvað ég ætla að gera eftir hvern dag. Í fyrra var ég eiginlega bara að skoða lítiborðið, fór að hugsa um öll mistökin sem ég var að gera fyrir daginn. Ég gerði þetta svo rangt núna í ár. Ég er búin að læra mjög mikið af því þannig að núna í ár mun ég eiginlega fókusera bara á hvert einasta vod í staðan fyrir að hugsa um eitt vod í einu í staðan fyrir að hugsa um alla keppnina. Taka mér 5 mínútur eftir hvert vod til að hugsa um það. Ef ég klikkaði þá fæ ég þessar 5 mínútur til að rakka mig niður og svo bara keep on moving. Samfélagsmiðlanir, þú lentir aðeins í því daginn, einhver var að þykjast vera þú á Facebook. Já. Hvernig brástu við því? Þetta var mjög skrítið. Það var einn stelpa búin að sýna mér þessa síðu, eitthvað tíma bara á æfingu og ég held að þetta er bara einhver aðdáandi, þetta er bara svolítið krúttlegt. Og svo fæ ég bara message á Facebook að einhver hafi reynt að kaupa þetta prógram, en prógram hafi ekki virkað. Þannig að ég keypt prógram sem ég hafði átt að gera, ég er ekki að selja neitt prógram sko. Þá fer ég að skoða þetta og þá er ég bara að skoða þessu síðu, þá er þessi manneskja búin að posta að ég sé live. Ég veit ekki alveg hvernig hún fer að því, Sara Sigmunds is live now og þá er ég bara kannski að æfa eitthvað og ég veit ekki hvort það hafi virkað hjá henni eða ekki. Við erum með eitthvað upptöku bara. Ég veit ekki alveg hvernig þetta var. Já. Og svo byrjar hún að selja eitthvað prógram undir mínu nafni. Og það er afsláttur núna, takk allir fyrir að kaupa þetta prógram og þá náttúrulega, mér langar ekki að það sé verið að nota nafnið mitt á svindla á einhverjum, sko. Og hvernig, er þetta ekki svolítið sjokkrandi, þú veist að... Jú, þetta er eiginlega bara svona, nú, svona átti sig á því alveg, maður er kannski smá frægur. Já. Þú fær kannski svolítið frið hérna á Íslandi, gerir ég ráð fyrir, en úti þá ertu alveg svona þekkt út í götu og... Já, ég fór til Hawaii eftir heimstingana núna. Það var bara í hvert einasta skipti sem ég fór í einhverju búð eða eitthvað, þá var bara dóttir, Sigmundsdóttir, já.
oh, I was watching you on Netflix. Það svona eftir að Fittest on Earth myndin kom á Netflix, þá svona stækkaði nafnið aðeins. Þannig að þetta er ennþá svolítið skrítið fyrir mig, sko. Ég get alveg viðurkennt það. Maður hefur alveg fengið skrítna pósta, ég get alveg viðurkennt það. Ég fékk einu sinni frá einhverjum 15 ára strák bara, hey, hvað tekur í bekk? Ég veit að ég tek meira en þú. Og ég hugsaði bara, já, ok, flott hjá þér. Já, hvað tekur í bekk? Alveg, CrossFit snýst ekki alveg um það hvað ég tek mikið í bekk, þannig að ég hef ekki hugmynd um það, þú veist. Þetta er bara svona, fólk er bara að senda mér eitthvað random. En þú svarar þessu strákana? Já, sjálfsögðu, ég reyna að svara flestum. Nema ég fá eitthvað dónalegt, þá er ég ekki að svara því. Nei, og hefur lent í því? Ég hef alveg lent í því, já. Það er of mikið verið að spá í útliti ykkar, kvennana sérstaklega í crossfitinu. Hvernig finnst þér það? Finnst þér of mikið fókus kannski verið að lagður í það? Sko, það sem er munurinn við crossfit og við bara segjum bodybuilding eða fitness eða eitthvað þannig. Það er bara, mér langaði aldrei að verða svona mössið, en því miður ef ég geri allar þessar æfingar í crossfit þá bara koma vöðvanir ósjálfrátt. Og það er eiginlega mesta sjokki við að vera í crossfit og vera stelpa. Það er bara, ég bjóst aldrei við því að geta orðið svona ótrúlega mössið. Og er það eitthvað sem þú þurftir að svona sætta þig við? Já, ég get alveg viðurkennt það. Mér fannst alveg mjög erfitt að vera með vinkonum mínum sem eru ekki að lyfta og þurfa allt inn að taka large jakka. Eða svona, það sem maður er stelpa og maður pælir rosalega mikið í þessu, þá maður þarf alveg að sætta sig við þetta. Og hefur fengið ykkur skot og svona? Já, maður fær alltaf skot, en það er bara, fólk er alltaf að meina það vel. En stundum, ef það er sagt við mig bara, vá, ég valdi sér hvern mann jafn massaðan. Maður svona, þá hefur örugglega ekki séð vaxtarækt. Eða svona, fólk kemur með stundum svolítið særandi komment en er ekki að meina það. Sko, ímyndin mín á kvenmenn hefur alveg breyst helling eftir að ég byrjaði í CrossFit. Mér fannst ótrúlega flott að vera bara ekki með neina vöðva og vera ógeðslega grönn. Bara svona típisk hlaupakona eiginlega, hægt að segja það, en núna finnst mér ótrúlega flott þegar stelpur eru með vöðva og þegar ég veit að stelpur eru hraustar, finnst það svona vera meira heitlandi heldur en útlitið sjálft. Og þú sér það bara á flestum CrossFit stelpum. Maður sér alltaf hver er crossfitari og hver er ekki crossfitari á stelpum. Þær eru aðeins massaðri. Ertu búin að sætta þig við eigin líkama? Ég er eiginlega bara þakklát fyrir að hvernig líkami minn er, því annars væri ég ekki komin svona langt. Hversu mikið hattarðu að tapa? Ég er að læra að tapa núna. Mér finnst mjög erfitt að tapa. En það fylgir ég bara að vinna, það er að kunna tapa líka. Conor McGregor er eiginlega, ég hataði hann eiginlega því hann er svo kokki og svona, svo sá ég hann þegar hann tapaði í fyrsta skipti og þá eiginlega kunni ég að meta hversu góður íþróttamaður hann er. Hversu stór sálfræðiparturinn er sem hann notar, þannig að ég er að læra að tapa. En ætlar að vinna? Já, maður stefnir alltaf í að vinna samt. Ertu jafn svona, hvað maður segja, ákveðin í því að vinna núna eða horfir á þetta svolítið öðruvísi núna, þessa heimsleika sem þú ert að fara í? Já, ég horfi á þessa heimsleika svolítið öðruvísi þar sem að ég er svona, ég hef alltaf hugsað bara að vinna og mætt á æfingar bara til að vinna heimsleikana. En núna er ég svona meira, ok, þetta er 5 ára gluggi og ég er aldrei að njóta þess að æfa eða, af hverju byrjaði ég í CrossFit? Af því mér fannst þetta ógeðslega gaman. Og svo allt síðast ár fór bara í það, bara að æfa fyrir heimsleikana til þess að vinna heimsleikana. Í staðinn fyrir að njóta þess hvað ég var að gera, sjá bætingar og sjá líka bara svona, það er ekki titlanir sem að þú hugsaður eftir 5 ár, heldur það er journeyið sjálf. Þannig að ég hugsaði svona, ok, ég þarf kannski að fara að njóta mín aðeins betur á meðan ég get verið í þessu. 5 ára gluggi, hvað þýðir það? Ég ætla að gefa mér 5 ár í svona miklar æfingar og að stefna að heimsleikum. Svo ætla ég að vera í skóla eftir það. Þú ert eitthvað byrjuð í skóla? Nei, ég var í skóla en ég gafst eiginlega bara upp. Þetta lokaprófin voru alltaf svipum tíma, Evrópuleikarnir og það var bara mjög erfitt að blanda þessu saman. Og þá varst í sálfræði? Já. Er það út af crossfitinu eitthvað sem langar? Nei, mér er alltaf langað að fara í sálfræði. Mér er alltaf langað að vinna við að hjálpa fólki. Ég er ekki mjög góð með blóð eða eitthvað þannig að ég ætla að hjálpa fólki á andlegu hliðinni frekar. Stundum detti ég bara í svona hama, ég vill bara testa hversu mentally sterk ég er.
hversu mikið get ég pínt sjálf mig og þá get ég hugsað þetta, svo ef það kemur eitthvað svona á heimsleikunum, þá get ég hugsað, ok, ég hef gert þetta, þá get ég alveg gert þetta. Svona smá, bara til að plata hausinn. Ég ákvað bara eitt kvöldi að ég var að fara í útskrift hjá bestu vinkonu minni og því að ég væri að fara að sukka smá, borða nammi og svona, þannig ég ákvað að brenna svolítið fyrir það og ákvað bara að taka 1000 burpees. Kveikti bara heimsleikunum og hlusta á heimsleikana 2015 og gerði þessi burpees. Hvað, varstu upp í sal eða? Já, ég fór eftir lokun og þannig ég gat haft bara kveikt á tölvuskjánum sem upp í CrossFiti og kveikti bara hátulum í botn og hlustaði á Murph sem var eiginlega lengsta CrossFit-æfingin. Hvað varstu lengi að þessu? Ég held ég að vera í klukkutíma og 7 mínútur eða eitthvað. Klukkutíma og 7 mínútur Já, ég man ekki hvað ég var. Já, ég var að reyna að gera alltaf 13 á hverju mínútu og svo breyttist það aðeins. Varstu bara ein? Andri byrjaði að taka með mér en svo hætti hann eftir 20 burpees en hann var þarna til staðar fyrir mig. Hvernig líður þér eftir svona? Þú veist, þetta náttúrulega bara svona að þú ert að sigra þannig sjálfa þig. Já, það er nákvæmlega það. Og þú veist að þú getur tekið 1000 burpees og á ákveðin löngum tíma. Þetta er eiginlega bara svona, já ok, ég náði að sigra neikvæðu röddina í hausnum mínum. Auðvitað koma stundum eins að raddi bara, þú ert að, alveg af hverju ert að taka 1000 burpees? Taktu bara 500 eða eitthvað, þú veist. Það er svona að ná að sigra hausinn er rosalega mikilvægt í CrossFit. Hætta að hlusta á þessa neikvæðu rödd. Nú er svona búið að búa til og það er náttúrulega rivalry, einvígi á milli ykkar, Katrín og Tönju. Hvernig finnst þér það? Finnst þér að vera búið til of mikið úr því eða? Nei, mér finnst bara gaman. Þetta brýtir aðeins svona upp seasonið, hafa eitthvað til að hlakka til og ég meina eins og ég sagði hann, þetta open skiptir í engu máli þannig að þetta er bara skemmtilegt sjó og gaman að hitta alla í CrossFitinu þessa síðustu viku open. En á leikunum sjálfum, þú veist, þá er bara þeir eru sigur stránglegar. Já. Hvernig finnur þú fyrir því, þú veist? Já, maður finnur alveg vel fyrir því en það er bara best að hugsa ekkert það. Hvernig horfur til dæmis á hana? Er hún vinkona þín, er hún keppinautur? Hún er keppinautur en við erum alveg vinkonur líka. Við erum kannski ekkert eitthvað að spjalla mikið á heimsleikunum eitthvað þannig en þannig er það bara, maður er bara að halda sér í sóninu og ég er með hvernig ég framkvæmi hlutina og hvað hentar mér best til að slaka á meðan hún er með sitt og ég vil einhvern veginn ekki hún sé að koma inn fyrir minn þægindarhring á minn, ég er að keppa og hún vill örugglega ekki heldur. En við erum ekkert óvinkonur eða neitt þannig. Telur þú að sé í þessu sporti, á toppnum jafnvel, sé ykkur að nota lyf? Ég myndi segja að það væri frekar karlamegin heldur en kvennamegin, en ég get alveg viðurkennt að áður en að ég náði að koma svona langt þá hugsaði ég alltaf að allar þessar stelpur eru pottið á styrum og hún er ekki þessum þyngdum nema á sérsta styrum. Og svo allt í einu byrja ég að ná þessu þyngdum og þá er ég eiginlega búin að sanna fyrir sjálfum mér og þú þarft ekki stera til þess að koma svona langt. Og mér finnst eiginlega líka bara svona, ef þú notar stera í þessu sporti, ertu þá ekki að velja þér auðveldu leiðina og það sem CrossFit leggur mikla áherslu á að testa andlegu leiðina þína og þú getur í raun aldrei valið auðveldu leiðina á heimsleikunum. Það sem að þeir eru bara rétt flugmið og þú ert bara að fara einhvert. Þetta er svona, ef þú velur auðveldu leiðina þá held ég þú komist aldrei á toppinn. Er einhver önnur lyf heldur en sterar? Notar þú fæðubótarefni einhvers konar lyf? Ég er rosalega náttúruleg manneskja. Mér finnst mjög óþægilegt að taka inn duft og eitthvað svona en ég tek inn whey protein á meðan ég er að æfa bara því það er svona fljótari í upptöku og en svo tek ég turmeric og omega 3 og D-vitamin á meðan ég er í Íslandi en ég fer að hætta því núna. Þetta er bara mjög lítið með... Já, og svo tek ég amino energy bara til þess að fá smá koffín því ég drekka ekki kaffi. Nú þú ert komið á góðan samning hjá Nike, gefur kannski ágætt í aðra hönd en það fylgir líka svona að þú ert bara hálfgert andlit Nike í CrossFitinu, ferðu út og fórst einhvern tímann til Boston í stóra myndatöku, Barcelona núna nýlega. Hvernig er þetta? Þú á svona setti, þá ertu kannski trýtuð bara eins og kvikmyndastjarna með hann? Það er bara, ég er bara einhver prinsessa, sko. Þetta var svolítið skrítið í fyrst skipti sem ég fór í myndatöku á Nike. Þá var ég bara með eina manneski sem að
reymdi skóna mína, svo voru 2 manneskjur að gera í hárið mitt. 3. manneskjan var að passa það að buxurnar voru aldrei krumpað. 5. manneskjan var að farða mig og 7. manneskjan var alltaf að spreyja svita á mig. Svo ég var bara með 6 manneskjur að elta mig út allt og þetta var eiginlega svolítið ótrúlegt. Er það ekki súrrealist bara? Jú, ég var alveg, er þetta ég? Er þau að trýta mig svona vel? Þetta var bara fáránlegt og ég var bara með mitt eigið hjólhýsi og ég gat valið hvaða mat sem ég vildi, þau myndi bara redda því og þetta var eiginlega bara svona óraunverulegt. Nú kom skemmtilega auglýsing á dögunum frá Barcelona. Segðu mér aðeins frá því. Hversu langt ferli er svona auglýsing? Herri, þessi auglýsing tók alveg 3 daga og á laugardeginum þá var ég í myndatöku í 16 klukkustundir og það var þetta tekur smá og þurfa að æfa hann á milli líka, tekur hann þá meira á, en þetta ógeðslega gaman eftir á. Að sjá þetta, ég maður bara hvað ég var orðin smá stressi fyrir svona langri myndatöku, en það bara að hugsa svo ótrúlega vel hann að þetta eiginlega bara ótrúlega gaman. En ég geti aldrei verið módel, ég get alveg viðurkennt það. Nei, það er alveg erfitt líf. Já, það alveg erfitt líf. Ja. En nú ertu á okkur öðrum samningum annað líka, ertu að fá mikið af tilboðum? Já, en mér langar bara ekki fleiri tilboða því að fylgir ég alltaf ef þú ert með marga samninga og þá líka góða samninga þá þarfst þú að gefa þér tíma fyrir fyrirtæki líka eða þú vilt gefa þér tíma fyrir manneskju eða fyrir fyrirtæki sem að styrkja þig og ég núna styrkt af 5 frekar stórum fyrirtækjum og það bara meira en nóg. Þú lítur yfir ferilinn einhvern veginn. Hverju viltu hafa á Orka þá? Svona markmið mitt fyrir fyrstu heimsíkina var bara að sýna það að þú þarft ekki að hafa verið íþróttamanneskja allt þitt líf til þess að ná langt í íþrótt. Og ég vil bara sanna það fyrir öllum. Að ég var örugglega minnst, ef þú spyrir einhvern sem var í Njarðvíkurskóla með mér hvernig ég var í íþróttum og allt svona, ég meina ef það var bíptest og tók ég eina ferð og svo bara netti ég sig ekki meira. Ég var aldrei þessi íþróttastelpa og ég held að það bara komið flest öllum á óvart hvað ég hef náð langt og það bara með harðri vinnu og ákveðni og ég myndi segja það geta allir náð langt ef þeir bara set their minds to it. Ertu einmitt að hugsa það svona stundum, einmitt að þú varst svona áðurlöt og allt það, ertu svona að sanna þig bara stanslaust fyrir fullt af fólki? Ég svona reyna það, ég svona sýna það, það svo margir sem hugsa það, eru með það sjálfsálit á sjálfum sér bara að ég hef alltaf verið feita manneskja, en ég aldrei að fara að vera þessi íþróttamanneskja. En þá getur hort á mig, ok, ég náði að breyta mér alveg. Þannig að Þú ert greinilega, þú veist, það oft talað um fólk sem bara náttúrulegir íþróttamenn, þú veist, ertu sammála því, þú sért bara náttúrulegt talent svolítið í þessu, en náttúrulega hörð vinnaði baki og allt það. Ég myndi segja að ég sé mjög heppin með gen. Bara við öll systkinin erum alveg mjög sterk og allt svona, en þau eru kannski meira í skóla og ég kannski meira í íþróttum, en ef að, bróðir minn hefði farið í crossfit þá hefði hann orðið mjög góður. Hann fór með mér í ræktina, eða var í ræktin yngur 3 vikur og var komin í, ég veit ekki, 100 kíló í back 5 sinnum, sem bara fáránlegt fyrir manneski sem hefur aldrei verið að æfa á þér. Þannig að við erum öll svolítið svona genetísk, en ég myndi segja að það hefur hjálpað mér alveg mjög mikið, en líka bara að vera ákveðin og vera með ákveðin markmið. Svona að lokum einmitt, þegar þú munt þá setja skóna á hilluna, hvað viltu þá að hafi gerst á þínum ferli í crossfitinu? Ég væri alveg til í að hafa náð fyrsta sæti einhvern tímann í crossfit, hafa unnið heimsleikana, en ég myndi segja að það væri frekar drauma markmið heldur en raunsætt markmiða því að það eru allar ótrúlega góðar, það eru allar sigurvísar sem komast á heimsleikana, það fer eiginlega bara eftir í hvaða æfingar koma. Ég myndi segja að ég væri bara til að hafa komist á games og verið í topp 5 alltaf. Og er ég mjög ánægð með fyrirlifin, mjög ánægð. Þú ert komin vel á veg með þetta markmið. Ég allan búin að 2 í 3, þannig að vonandi verður að öðru sín ár. Já, það eru 2 sæti hann önnur sem ég væri alveg til í að lenda í einhvern tímann. En maður veit aldrei, en það er líka bara að njóta þess og
eftir þessi 5 ár vill ég geta hugsað bara, ok, ég gerði allt sem, ég tók við öllum tækifærum sem að ég fékk. Ég prófaði þetta. Eins og að fara að taka Open með fyrrverandi heimsmeistara sem að rústaði heimsleikunum 4 ár í röð. Það er ekki allir sem fá þetta tækifæri.